Claro, eu sei.
Meiri mynd. En í ungt fólk með hlutverk, hvaða fólk er þetta? Jú, þetta er fólk á öllum aldri og já, hvað ég var að segja, út um allt land. Nú hreyfingin hefur starfað hvað mest í Reykjavík kannski, þar er svona hennar fyrst. Starfið þarna 1976 að þá fljótlega kom mikið af fólki til trúar og það þurfti að þetta fólk þurfti að fá uppbyggingu, heyra meira um kristna trú og læra meira um kristna trú og jafnvel að þjálfast til þess að fara meira út í starf í söfnuðum landsins. Svo við sáum fljótt að það þyrfti á slíkum stað að halda svona skólastað. Og akkur hér á Egilsstöðum, jú, það er vegna þess að hingað kom hópur 1977 og var svolítið að starfa hér á Egilsstöðum með prestinum á Egilsstöðum. Og þá kom þessi hugmynd að þetta var svo friðsæll og góður staður og hér væri gott fyrir fólk að fá að koma og njóta hérna kyrrðarinnar og þess vegna var nú þessi staður valinn, fyrst og fremst. Nú ætlum við að starfrækja skóla hérna í þessari nýju byggingu. Hvers konar skóli verður þetta? Nú, við kallum þetta biblíuskóli og það þýðir það að þetta verður hérna mikið kennt sem sagt um kristna trú og að bara lifa með Guði, taka Guð meira inn í hversdagslífið. Svo þetta verður sem sagt fyrst og fremst skóli sem uppbyggir fólkið í trúnni. Og hverjir koma til með að sækja skóla? Nú, við höfum eins og ég segi þessi hópur ungt fólk með hlutverk, þetta er fólk á allt frá börnum og upp í gamalmenni, mikið þó á ungu fólki og þetta fólk hefur sótt slíka skóla erlendis. Svona skólar eru starfræktir víða erlendis og þannig að við trúum því að hingað eftir að koma, bara fólk alls staðar að. Við höfum núna undanfarin haust tvisvar haft svona stutt námskeið hér og það hefur verið fólk, ungt fólk, það hefur líka verið jafnvel eldra, nú hjónafólk, einstaklingar bara og þannig að við trúum að hingað eftir að koma alls konar fólk. Og hvaða tími ársins er hugsaður sem skólatími? Nú við stefnum á svolítið sérstök námskeið hér sem við kallum svona grunnnámskeið í kristinni trú og við gerum ráð fyrir að þau námskeið séu í 5 mánuði. Fyrsta námskeiði sem sagt er hugsaðan að hausti, þannig að það verður svona byrjar á hausti og verður fram eftir áramót. En við erum núna nýlega búin að setjast niður og átt okkur svolítið á því til hvers ætlum við að nota þennan skóla og það kom fljótlega í ljós að hér verður margs konar starfsemi þannig að við gerum ráð fyrir að skóli verður notaður nánast allt árið í einhverju mynd. Verður þetta í einhverju tengslu við skólakerfið í landinu, almenna skólakerfið? Ekki svona til þess að byrja með en slíkir skólar erlendis að þeir hafa verið með ýmis námskeið sem eru á háskólastigi og þegar við horfum svolítið fram í framtíðina að þá gætum við vel hugsa okkur það að hér verði einhver tíman námskeið sem eiga eftir að nýtast fólki í háskólanámi. Eru fleiri svona skóla hér á landi að ræða? En í þessari myndi ég segja nei, kannski vegna þess að við hugsum okkur að nota þennan skóla og reyndar þennan stað allan á svo margan og mismunandi hátt. Hér kemur fólk og er hérna kannski þessi grunnnámskeið 5 mánuði. En svo hugsaum við þetta líka sem stað þar sem fólk getur komið hér og notið þess bara að vera hér og hvílast. Hér verðum við með stór landsmót, hér verðum við með unglingastarfsemi, æskulýðsnámskeið, fjölskyldunámskeið. Þannig að ég myndi segja nei, slíkur staður er ekki til. Þó vísir af svona skóla sem sagt starfræktur á Suðurlandi. En það er kannski ekki alveg það sama við hugsaum hér. Og hvenær eru þið búin með húsið? Hvenær ætlið þið að byrja? Já, fyrsta námskeið á núna hefjast núna í september næstkomandi. Svo hér er unnið alveg hörðum höndum þessa dagana og við trúum því og vonum að við getum sem sagt byrjað með fullri reisn núna í september næstkomandi. Takk ekki alveg fyrir.
Þeir sem ekki hafa leiðina á milli Egilsstaða og Hallormsstaða síðustu misseri hafa eflaust tekið eftir allstóri byggingu sem risin er hér á jörðinni Eyjólfsstöðum á Völlum. Það eru ungt fólk með hlutverk sem að reist hefur þetta hús og hér hyggjast þau meðal annars starfrækja skóla. Þeir sem að ekki hafa á milli Egilsstaða og Hallormsstaðar síðustu misseri hafa eflaust tekið eftir allstóri byggingu sem risin er hér á jörðinni Eyjólfsstöðum á Völlum. Það eru samtökin ungt fólk með hlutverk sem að hafa reist þetta hús og hér hyggjast þau meðal annars starfrækja skóla.